Hæ, í þessu myndbandi ætla ég að fara yfir lokaverkefnið mitt í heimspekilegri fagurfræði. Ég ákvað að vinna með heimspekingnum John Dewey og hugmyndum hans að list sé ekki bara hlutur sem við skoðum, heldur lifandi reynsla sem á sér stað inni í okkur sjálfum. Mér fannst þetta ótrúlega spennandi leið til að nálgast fagurfræði, vegna þess að hún setur ábyrgðina og líka galdurinn hjá áhorfendunum. Það er ekki bara verkið sem skiptir máli, heldur öllu heldur hvernig ég tek á móti því. Hvernig ég færi mig í gegnum það og hvernig það hreyfir við einhverju innra með mér. Þetta er einmitt það sem Dewey meinar með list sem reynslu. Til að byrja með á þessu verki las ég nokkra kafla úr bókinni Art as Experience eftir hann Dewey og setti mig almennilega inn í grunnatriðin. Hann hafnar hugmyndinni að list sé eitthvað háfætt og fjarlægt, eitthvað sem aðeins safnafólk eða gagnrýnendur gæti skilið. Fyrir honum er list allt sem vekur hjá okkur lifandi, meðvitaða og samfellda upplifun. Upplifun sem byrjar einhvers staðar, þróast í gegnum skynjun og tilfinningar og nær ákveðinn hápunkti. Ég hugsaði með mér, þetta er akkúrat það sem ég hefði oft fundið en aldrei haft orð fyrir. Þegar ég var búinn að tilteikna mér hugmyndir Deweys fór ég í listasýningu til að ná í raunverulega reynslu til að byggja verkefnið mitt á. Ég ætla að reyna að lýsa upplifuninni eins og hún var því hún var aðalefnið var í greiningunni minni. Strax áður en ég gekk inn í sýninguna, salinn, fann ég fyrir ákveðnu forvitni. Ég held að margir þekki þessa tilfinningu. Að fara að sjá eitthvað sem þú hefur ekki séð áður og þú veist ekki alveg hvernig það mun snerta þig. Dewey myndi segja að jafnvel þessi vænting sé hluti af fagurfræðilegu ferlinu. Hún er eins og innöndun, hún opnar dyrnar að reynslunni áður en hún hefst. Svo kom ég inn í salinn og sá fyrsta listaverkið. Það sem kom mér á óvart var að ég byrjaði að finna bæði sjónræna og líkamlega svörun í einu. Augun fóru í ákveðna stefnu, líkami minn stillti sig sjálfkrafa af. Ég tók eftir því að ég hægði á mér eins og ég væri að stíga inn í annan heim. Rýmið hafði líka mikil áhrif, ljósin voru mjúk, hljóðin væg og það var eitthvað við hljóðlátan loftstraum sem gerði upplifunina djúpa og rólega. Ég sá ekki bara verkið, ég var að finna það. Ég man á einum tímapunkti fann ég fyrir svolítilli sterku tilfinningu, ekki endilega dramatískri, heldur svona rólegri uppgötvunartilfinningu, eins og ég væri að skilja eitthvað án þess að setja það í orð. Dewey myndi kalla þetta samfellu, að upplifunin heldur áfram án þess að slitna. Hún dregur mann með sér án þess að maður þurfti að ýta henni áfram. Eftir að hafa staðið fyrir framan verkið í nokkrar mínútur tók ég eftir því að ég var ekki lengur að þvinga mig til að greina eða hugsa mikið. Upplifunin var bara að gerast, hún var að taka á sig form. Þetta var eins og hljóðfæri sem hljómar án þess að maður reyni að stjórna því. Og einmitt þarna fann ég hápunktinn, þessa mjúku en samt afgerandi tilfinningu að ég hefði lokið hringnum. Upplifunin hafði fengið merkingu, ekki endilega nákvæma merkingu sem ég gæti sett í orð, heldur merkingu sem tilfinningaleg og persónuleg. Þegar ég gekk undan verkinu fannst mér ég hefði andað frá mér, lokun, niðurstaða og ró. Þegar ég kom heim skrifaði ég allt niður í eins konar upplifunardagbók. Ég reyndi að halda textanum hráum, að reyna ekki að gera hann of fínan eða fræðilegan. Ég vildi einfalda festa hugsanir áður en þær fóru að renna saman við gagnrýna hugsun. Og þegar ég var búinn með það, gat ég farið að tengja þessa reynslu við kenningar Deweys. Það sem ég sá var að allt ferlið frá væntingunni áður en ég gekk inn til þess að líkaminn minn stillti sig af inni í salnum, til þess að upplifunin þróaðist og svo loksins náði ákveðna hápunkti, passaði ótrúlega vel og skýringarlíkan Deweys. Hann talar að þessi fagurfræðilega reynsla sé eins konar ferðalag sem hefur bæði kraft og flæði og öll þessi atriði voru til staðar hjá mér. Það var eins og ég væri að lesa lýsingu á eigin upplifun þegar ég fór aftur í texta hans.
Í lokaverkinu mínu tók ég saman þessa líkamlegu tilfinningu reynslu og setti hana upp á móti heimspekilegum hugmyndum Deweys. Ég útskýrði hvernig upplifun mín var, ekki bara að horfa á listaverk heldur að taka þátt í því, jafnvel án þess að ég gerði mér grein fyrir því á meðan það var í gangi. Þetta er einmitt kjarni kenningar hans. List lifnar ekki fyrr en hún er upplifuð. Eftir að hafa unnið þetta verkefni stendur eftir ákveðin niðurstaða í mér. Dewey hjálpaði mér að sjá list á allt annan hátt. Ég þekkti þessa tilfinningu áður en var ekki viss hvað hún heitir eða af hverju hún gerist. Nú skil ég betur hvernig listaverk getur haft áhrif á mig. Ekki bara vegna þess sem er á yfirborðinu, heldur vegna þess hvernig ég tek þátt í því með öllum mínum skynfærum. Ég er ekki sofandi áhorfandi, ég er meðhöfundur að reynslunni. Það sem ég tek með mér er að list er ekki bara eitthvað sem ég sé, hún er eitthvað sem gerist. Og hún gerist ekki bara í verkinu, heldur í mér, í rýminu, í tilfinningunum, í líkamanum. Hún er ferðalag og þetta verkefni gerði mig meðvitaðri um þessa ferð en nokkur sinnum fyrr. Takk fyrir mig.